Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu þetta ágæta fimmtudagskvöld. Með mér eru tveir ansi góðir einstaklingar, Laufey Líndal, sæl og blessuð. Blessaður. Og okkar eini sanni Gunnar Smári. Heil og sæl. Já, blessaður. Hvað finnst ykkur einkenna þennan fréttadag? Er ekki allt að snúast sveitarstjórnarkosningarnar framundan og kannski vísbendingar aukna hörku eða hvað? Við spáðum því nú eða ekki fyrir 2 dögum að það færi núna að fara fólk að fara á taugum. Þannig að við myndum sjá svona harðari kosningabaráttu á lokamyndunum. Sem rímar við það sem Björk Vilhelmsdóttir hjá Samfylkingunni segir í reynsluboltunum í kvöld hér á eftir. Hún segir að það sé að verða einhver svona róksherferð sem sé verða að keyra og sé að koma nýr og myrkari tónn inn í kosningabaráttuna vegna þess að hún segir að það sé alveg rosalega átök það hvoru megin meirihlutin lendi, hvort hann lendi hægra megin eða ekki. Já. Það er náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að vinna á í þessu kapphlaupi. Mjög. Síðasta könnun hefur náttúrulega var afleitt fyrir Samfylkinguna. Hvað þeir ekki bara í einhverjum... Ég held að mistu þau ekki eitthvað 3%. Já, vorum eitthvað 18,1% í könnun maskinu sem að vera í gær. 18 slétt. Já. Ég held að það sé ekki það sem að var stemt. Nei. Þegar að Kristrún hlutaðist til það að Pétur yrði settur í oddvitan vegna þess að Heiða myndi ekki geta skilað kosninga niðurstöðu. Nei. Já, 18%, það er maskina í gær. Ég held að hljóta að vera neyðarfundir þar. Já, þetta var merkileg könnun í gær fyrir margra hluta sækir. Sko Sjálfstæðisflokkurinn á miklu flugi. Ekki samt eins mikið og í Gallup. Maskina mælir hann mun, eða svona ekki mun, svona aðeins niður. Já, miðflokkurinn, ég segi nú ekki frjálsu falli, en þar er eitthvað að gerast. Ég get sagt að það er 12 svo. Ég hef alltaf verið að segja þetta að miðflokkurinn mun ekki skila því fylgi sem hann hefur fengið í könnunum í kosningum. Hann er bara of skrítinn. Þannig þeir að vera að líða að því og svona ábyrgð kjósenda kemur, þegar svo má oft sjá svona í könnunum og svona náttúrulega í kosningum, þegar nær dregur kjördegi, að þá hugsar kjósandinn öðruvísi þegar hann svara en heldur ykkur þegar á miðju kjörtímabili þá getur bara verið svona kærlaus. En það er eitthvað við miðflokkinn eins og ég var í þingkosningunum fyrir 1,5 ári að þá hafði hann mælst í einhverjum 17% og svona bara örstutu fyrir kosningar en landaði bara rúmlega 10 sko. Þannig að þegar líður að kosningum og svona alvaran kemur inn í val kjósata, þá er eitthvað að miðflokknum sko. Hann er bara ekki trúverðugt fyrirbrigði sko. Gestir þáttarins í kvöld bendilega sumir hverjir á það í þessu samhengi að þegar Snorri var að skrifa regnboganum daginn að þá var svona vakning út á landi og það voru miðflokksfólk sem er kannski framsóknarfólk sem áður var svona frekar sakleysleg típa líka í stöðu það sem er mikið af útlendingum til dæmis að koma frá Ísafirði það er bara svo mikið af útlendingum að afstæða Snorri bara hlægileg. Já, þar varð andsvar en það vantaði ansvarið hjá miðflokknum í Reykjavík. Sumir vilja meina að miðflokkurinn sé að bíta úr nálinni með það núna í fylgismælingum. Framsóknarflokkurinn undir meðan að Sigmundur var formaður 2010 keyrði á svona andúð gagnvart moskunni sem átti að byggja og bara Íslam almennt fengu 2. Já, var ekki framsókn og flugvallavinir eða eitthvað svoleiðis sem að, fulltrúa. En sko, þú ert að taka svolítið þátt í þessari baráttu þegar þú ert ekki að vinna hér sem er enda rosalega stóran hluta og þú ert sem sagt fyrir vinstrið og þú nefndir við mig áður en settist það væri svona dálítið neikvæðni og spenna. Ég er ekki að tala um innan hreyfingarinnar okkar sko. Nei, en svona í tengslum við svolítið svona í samfélaginu, ég tengi þetta svolítið við náttúrulega bara það er náttúrulega ógeðslegt ástand í heiminum og náttúrulega þú veist, fólk sem er að fylgjast með því sem er að gerast svona fyrir botni Miðjarðarhafs og víðar í heiminum er bara ég held að þetta sé svolítið að smitast yfir að fólk er svolítið
bara, þú veist, það er mikill svona einhvern veginn ótti og svolítið svona, já, bara kurr einhver. Og við gætum séð merki þessa líðan á síðustu dögum fyrir kosningarnar. Það gæti verið, ég náttúrulega veit það ekki, náttúrulega kosningabaráttur eru oft svolítið seinar í gang, þannig að já, ég er alveg samlega smárað með það, ég held að það myndi verði svolítið kannski þegar líður að, nú er náttúrulega síðasta vikan, að þá kannski fer að rísa upp einhverja persónu árásir svona. En það er náttúrulega eitt að því að það er svolítið munur á könnunum, Maskínu og Gallup. Það getur verið merkjum að könnunarfyrirtækin eigi bara erfiðleikum með að höndla stöðuna. Það hefur verið svona vandamál bara í okkar heimsluta í mörg undanfarin ár og all könnunarfyrirtæki að reyna að breyta hvernig þið vikt upp og eitthvað svona vegna þess að það er eins og þau ná ekki með sama hætti afstöðu almennings eins og var þeirra var kannski minna rót í pólitíkinni en það getur líka verið merki það að þeir náu þessu ekki vegna þess að það er svo mikið rót að fólk bara sé að skipta skoðanir og fólk getur jáfnvel flakkað á milli bara armanna í pólitíkinni einhver sem til í að kjósa kannski græningja í Bretlandi þar sem er verið að kjósa í dag í sveitarstjórnarkosningum þar sem verkamannaflokkurum mun fá hryllilega útrið og íhaldsflokkur líka þar sem að fólk er kannski til að kjósa græningja eða reform eitthvað, það má vera eða að það sé bara svo mikið rót á fylginu að við getum kannski séð í síðustu könnunum bara miklu meira rót, það sé bara eiginlega fyrst núna sem að fólk er eiginlega að fara að taka svona alvarlega afstöðu verður mjög spennandi að sjá næstu könnun af því að þessar tvær eru svo ólíkar ég held að muni 2 fulltrúum í Samfylkingunni Það var víst líka í síðustu borgarstjórnarkosningum þá fekk Framsóknarflokkurinn miklu meira fylgi upp úr kjörkosningum heldur en það er nokkuð það er svona stemming síðasta dagsins þetta sáum við líka í forsetakosningunum það sem að Halla bætti við sig bara ég man ekki hvað það voru 8 eða 9 stig og þú hefur áður bent á það hér í okkar ritstjórnarspjalli að þú sjáir fyrir þér að strategísk kosning muni ganga nærri þessum litlu tæpu frambóðum núna mæltust Píratarnir inni og með eitthvað 4 þú þarft að fá svona 4,2-4,3% til þess að eiga séns á manni og svona í flestu tilfellum eftir það að duga og þeir eru þar eitthvað staðar 4 eitthvað ég myndi halda að Píratar þyrftu að mælast bara með næstu 6% til þess að vera öryggir inni með grunur að fylgi sósíalistana sé svipað það sé svona mikið yngra fólki sem að mætir kannski síður á kjörstað og það er sambandi að þá held ég að til dæmis að kjörsókn skiptir máli og það er eitt sem hefur áhrif á kjörsókn núna er að það er uppstillingardagur á 50. Svo kemur föstudagur og svo kosið. Það er margir sem hafa möguleika á því að taka sér langa helgi munu gera það og ekki allir þeirra munu fara og kjósa á utakjörfundar. Svo getur veðrið skipt máli og alls konar svona hlutir sem að ég held að hafi mikil áhrif á til dæmis, ég myndi halda Píratar og sósíalistar maður ætti að regna með að þeir fari niður. En bæði Framsókn og flokkur fólksins frekar upp. Þannig að ég held að þetta verði verið mjög óljóst með hvað af þessum flokkum gæti náð inn. En ef það er til eitthvað ennþá sem að heitir kosningavél Sjálfstæðisflokksins þeir ná alltaf langoftast betri niðurstöðu í kosningum heldur en í könnunum. Samfylkingin og Viðreisn hafa alltaf fengið lakari útkomu heldur en í könnunum. Það er svona samfylkingar fólk og stundum VG en stundum var VG með öðruvísi náðu einhvern veginn betur landa sínu fólki. En yfirleitt er kosninganóttin í þessu fólki frekar leiðileg mikil vonbrigði og allir bara komnir í óstöðu miðnætti.
eða meðan að menn að fagna sko hægra megin og það vegna þess að eldra fólki kýs meira til hægri. Það stundu verið að selja okkur það sé einhver sveifla meðal ungs til miðflokksins sem að ég hef alltaf sagt að það bara þvæla. Það er aldrei hægt að sjá það í neinum könnunum og ég sé þetta með sama, ég nefndi reform. Þetta meir og minna sko fólk sem bara komið nálægt eftirlunna aldrei sem heldur upp í fylgisarflokka. Það sama við miðflokkinn það langmest út á landi og meðal eldra fólks og meðal kalla. Þannig að það er liðið sem líklegast þess að mæta á kjörstað. Þannig að sjálfstæðisflokkurinn mun, ég myndi segja að sjálfstæðisflokkurinn væri bara í góðum málum núna. Mælast með 28-30% fylgi. Ég ekki frekar svona andinn með þeim. Ætlar að veðja á hægri meiri hluta? Nei, ekki. Ég held að miðflokkurinn sé í vanda. Að þegar hann byrjar að spíralast niður þá verður það bara ekki smart að kjósa hann. Viðreisn held ég að sé, nú eru þau bara í 10% einhverleis og þeir fá yfirleitt minna upp úr kjörkásunum heldur þau fá. Þannig ég held að það verði frekar svona döpur niðurstaða með að við væntingarna sem þau höfðu. Ég heldur að haft væntingar upp að við kosningabaráttur að fá bara 4 og vera algjöru kóngar þarna það hvers konar meirihluti því valinn. Já, Viðreisn, já. Ég hef alltaf sagt að vinstrið fáflokkurinn sem ég sé hafi möguleika á að vaksa. Samanlagt fylgi vinstrisins, Pírata og sósíalista það sama var í síðustu kosningum. Og þar er miklu hærra en var í þingkosningunum 2024. Þess að þessi flokka fengu mun minna í Reykjavík. Þannig að og ef að samfylkingin einhvern veginn að missa flugið. Ég held að það er eitthvað að þessu að Pétur, ég vil aldrei sé þann í kosningabaráttunni. Ég sammála, ég sé bara mjög lítið. Nú sé hann bara með Kristrúnu. Það eins og hann mæti með mömmu í vinnuna einhvern veginn. Og ég held að það sé ekki snjallt. Þótt að Kristrún sé vinsæll stjórnmálamaður, þá það veikleiki fyrir Pétur og skiptir ekki máli hver kall og hver kona. Það verið sama eða væri kall sem væri formaður og væri alltaf með konunni sem var í fyrsta sæti, það var eiginlega ennþá verra Þannig ég ekki að segja út af því eða því ég sagði mamma í vinna. En þetta bara, ef þú býður þig fram til forystu og ætlar bara að koma með nýja samfylkingu Reykjavík, nýjan tón, þá verður að gera það. Þú kemur ekkert með, mömmu með þér, Ég held að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin verði í nýjum meirihluta. Ég held það líka. Eða ég myndi segja að það væri eiginlega líklast. Já. Og fyrir þig í vinstrinu, þetta ekki smá hausverkur? Hvað þetta þið margir flokkar þarna, litlir og sumpart ekki alveg samstæðir, að mynda meirihluta eins og þetta að mælast núna á vinstrivagnum eða hvernig ræðið þið þessa möguleika? Þetta náttúrulega búið að vera svolítið á floti, þannig að ég veit ekki, við höfum nú ekki rétt að rætta. Þið er ekki komin í meirihluta myndina? Nei. Það að kjósa fyrst. Það þarf að kjósa fyrst, en þetta náttúrulega, þetta svolítið skuggalegt og ég Ég held að vinstrið hafi séns á 4. Já. Ég meina ef það verður ykkur sveifla síðustu vikuna. Það er eitt í þessu, að maður veit ekki, við erum með, ég fæ leigjendasamtök formennina, núverandi og fyrirverandi. Já, við kannski bara til þess að velta fyrir okkur, af hverju eru húsnæðismálin ekki aðalmál kosninganna sem ætti að vera og það hefur bara verið sáralítil umræða húsnæðismál, en þegar þú veltið því fyrir þér, þá hefur verið sáralítil umræða nokkuð skapað hlut nema helst bílastæðin í bæ. Rosalega plebbaleg umræða. Og það er helst fólki í Grafarvogi sem að vill fá bílastæðin í bæ. Ég veit ekki hvað til þess að leggja verið að fara á geibrætt eða eitthvað. Þú veist, að því að niður í bæ, ég býð niður í bæ, það er bara fólki sem býr þarna og svo túristar sem þarna og svo náttúrulega kemur fólk á fyllir og þá kemur fólk bara yfirleitt á leigubílum. Að því þetta er nú Rauðahverfi líka. Þannig að þú veist, hvað er verið að kjósa? Já. Ef að staðan er svo að það er ekki verið að kjósa neitt sérstakt eins og er oft í íslensku kosningum eins og þannig að það er ekki bara best að kjósa Framsókn sem er bara að þá held ég að til dæmis að vinstrið hafi langmesta möguleikana með sönnu. Því ef þetta snýst það að fara bara upp í rútuna sem er svona likeable, það sem að eins og í Amerikanarnir segja eftir með hverju viltu fá þau bjór, að þá er sanna með einhvern veginn svona afstaða Reykvíkinga til sönnu er ótrúlega jákvæð. Og þá ef að kosningarnar verða þannig, að þá held ég að
vinstri hafi bara töluverða möguleika á að vaksa á síðustu vikunni. Einmitt. Þú veist þannig, þú ert með kjörseðilinn, þetta á leiðin í kjörklefan og ég ætla að kjósa eitthvað, það er ekki verið að kjósa neitt sérstakt, þannig að þú ert að kjósa menn en ekki málefni. Hver hefur mesta möguleikana? Sanna miklu meira heldur en Hildur eða Pétur eða Björg eða ég tala ekki Ari. Hún fekk náttúrulega afgerandi mælingu þarna í traustmælingin sem var. Já, Var langt fyrir Hún var ofan langt aðra. fyrir ofan Hildi sem var næstinni Hildi. Heimin og haf á milli. Og Hildur er með fylgi sem er líkt fylgi flokksins. Já, Sanna var á þessum tíma með 4-falt fylgi á við flokkin og ef þú ert að velta fyrir þér í svona vali á milli fólks hverju möguleika á að vaksa, það er eiginlega bara Sanna. En á því þú nefndir þessa umræðu sem að þú verður með í kvöld eitthvað annað en það sem við erum að ræða núna mest í tengslum við borgarstjórnarkosningarnar. Þetta eru sem sagt, við ætlum kannski bara þá vinda okkur yfir í efni þáttarins. Að við endum á henni Ragnheiði Davíðsdóttur sem er hér svona meðaltali einu sinni í viku og mikill liðsauki að henni og náttúrulega feikilega reyndur blaðamaður. Hún semst endar þáttinn í kvöld á honum Einari Skúlasyni sem er forsvarsmaður gönguhópsins sem nefnist Vesen og vergangur. skemmtilegt nafn. Já, mjög skemmtilegt nafn. Og þau eru að ræða mikilvægi útivistar og hreyfingar og eitthvað svona bara létt og skemmtilegt. En hvað segir Gunnar Smári, hverjir eru þínir viðmælendur í þinni húsnæðisumræðu? Já, það er Guðmundur Hrafn Argeirsson sem var formaður Leigjendasamtakanna og Yngvi Ómar Sigurjónsson sem er núverandi formaður. Að þeir koma og tilefnið er svolítið að velta því fyrir sér af hverju ekki snúast ekki kosningarnar húsnæðismál. En líka svolítið af hverju er ekki áhersla í stjórnmálunum á húsnæðismál? Er það vegna þess að stjórnmálamenninni þeir búa allir í eigin húsnæði og þetta er ekki sett að vandamál fyrir þá? Það á nú valla við í Sanna leiðandi og Silja Sóley og Guðmundur. Það eru 3 flokkar sem eru líka með leiðendur. En svo ætlum við langar líka bara að ræða hvernig getur þetta haldið áfram alltaf að því að ég held að allir sem að sjá að húsnæðismál eru það verkefni sem að stjórnvöld þetta einbeita sér að. Vegna þess að það er ekkert annað sem að grefur jafn mikið út úr lífsgæðum jafn stórshóps fólks en nú er þetta ríkisstjórn, hún vil bara minnka fjárlaga til að það sé sitt megin verkefni og svo er það, þið kannist við að stjórnmálamenn kom alltaf fram að þeir alltaf vera með, geta kallað inn lóðir sem var útlutað eftir 3 ár eða vinna eitthvað aðeins í Airbnb og við líka vita svona, hvernig standa á því að stjórnmálamenn alltaf koma með svona einhverja plástra sem allir vita að virka ekkert þegar öllum ætti að vera ljóst á húsnæðiskerfi sem er á Íslandi hefur mistekist að gera það sem þeir gera, að skaffa almenningi ódýrt og örugt húsnæði, það er bara algjörlega út í mýri. En svo er það líka því ég talaði við Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálráður í gær. Og hann nefndi að hann væri að vinna breytingum á húsnæðiskerfinu í samvinnu við Neytendasamtökin. Já, ég heyrði það einmitt. Já, hann töluði mitt við Rauðaborðið í síðustu viku. Hann kom til Maríu Lilli og talaði húsnæðispakka 2. Hver? Hann Yngvi Ómar. Já, einmitt. Já, þetta er þörf umræða og sko minni mig á það að ég er með 3 manneskjur í þættinu Reynsluboltar í kvöld. Það eru þar af einn svona aktívan frambjóðanda, Stefán Pálsson, sagnfræðingur, varaborgarfulltrúi hjá Vinstrinu. Hann ég gaf honum tækifæri til þess að koma og vera skemmtilegur. Þetta snýst nú voða mikið. Hann kann það einstaklega vel, já. Hann kann það vel. Og auk hans eru Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi og náttúrulega sem er búin að vera bak við Samfylkinguna mikið og fyrrverandi borgarfulltrúi og Hallur Magnússon svo fyrrverandi framsóknarmaður, alltaf kynntur hér hann veit ekki að maður kalli hann framsóknarmann. Nei, það verður að vera fyrrverandi. Já. Og atvinnureikandi. En þau voru náttúrulega þau voru bara eiginlega svolítið sammála
að þetta eins og ég nefndi á, þetta plebbaleg kosningabarátta. Stefán hafði verið 3 klukkutíma einhverjum íbúafundi upp í Grafarvogi í gær og það var ekki talað neitt annað en bíla og bílastæði og það svona margt sem segir manni að það gangi frekar illa að finna kjarnan í því sem við ætlum að ræða. Ekki því fólk sem á bíl en kemur honum hvergi fyrir. Nei. Og bara keyrandi þessu varik og finnur ekki bílastæði. Því ég bara velta, þetta raunverulegt vandamál eða þetta svona stundum þannig að borgin segir eitthvað að ég bara vera hálft bílastæði með hverju, þá móðgast einhver bílamaður en hann ekki að fara að kaupa þessa íbúð. En allt einu verður þetta mjög stórt mál í hans huga. Svipað og ég meina mikið útlendingaumræðin svona, þar sem að fólk sér einhvern veginn fyrir sér að einhverjir útlendingar sé að fá eftirlaunin sem að ég hef átt að fá eða eitthvað svona sem bara eitthvað þvæla. Þetta raunverulegt vandamál að það vantar bílastæði? Það eru 5.900 bílastæði í miðbænum. Ég tekkaði á því þegar Ari var að leita bílastæði. Það eru ég held að séu yfir 2.000 bílastæði undir miðbænum. Þannig þú leggur bara og svo tekur þú bara liftun upp og þú ert bara mættur á bara Lækjartorg. Þannig að það er ótrúlega þjónusta og ég man ekki eftir neitt sem hefur farið í þessi bílastæðahús undir Hörpunni og Hafnartorginu og bara ekki fundið bílastæði. Ja, kannast við það? Ég kannast við að fólk að tala um að ég var rukkaði tvisvar eitthvað svona. Ég hef aldrei heitt mann segja ég fór niður í bæ og fór í allar leggji í Hörpunni og byrstu það var bara ekkert bílastæði. Það er heilt og svoleiðis. Nei, ég held eiginlega mesta umkvörtunar efni sé öll þessu upp. Já. Og ég náttúrulega keyri ekki þannig að ég þekki þetta. En var ekki Ari, hann vildi bara leggja fyrir þetta ríkið? Já, hann var þar eða ekki? Já. Og þá var búið að setja svona blómapotta því að þetta er göngugata. Já. Og ég skil ekki byrju, hvað vill maðurinn? Vill hann leggja í blómapottana, eða í blómabeðin og setja blómapottana í bílastæðahúsinu fyrir neðan? Þú veist. Og svo var ég að birta mynd af Ingólfstorgi af því að Gísli Pálsson lögmaður var að segja að nú er komið tími til þess að laga það. Þannig að gera þetta raunverulegu torgi af því að til að byrja með var það gert þannig að var þetta keyra í kringu það. En núna er það að þegar Austurstræti er orðið göngugata þá er þetta bara búið til torg þannig að myndi fara upp á húsunum og þá náttúrulega breytir algjörum svip. Þess að það er svona einhver svona gryfja í miðjunni sem er varin af háum veggjum að þú bara fellir þá í burtu og hefur þetta á jafnsléttu þannig að þú bara gengur í húsin eins og er Austurvelli til dæmis. Þá bættu menn og segja ertu að tala um að fækka ennþá bílastæðum í miðbænum og það eru bara eitthvað 7 bílastæði á myndinni Þannig að ætla menn að bara fara út í borgarastyrjald út af 7 bílastæðum á Ingólfstorgi. Við endan á göngugötu. Þannig ég veit ekki hvernig bílarnir eiga að komast okkar. Ég veit ekki. Stundum skil ég ekki íslenska stjórnmálaumræðu. En svo ég kannski komið aðeins aftur að því sem við rætum fyrst þá Björk er mjög ómyrki máli gagnvart þessari hörku núna og hún talar þannig að bara ef hægri meirihlutin ná að ríkja eftir þessar kosningar þá sé bara borgin á hverfanda hveli hún náttúrulega mikil vinstri manneski og setja bara hægra megin gamli kratin af hold og blóði En það er náttúrulega sjálfstæðismenn sem geta haldið fram með að Reykjavík hafi verið reynt helvíti undan fyrir 32 ár. Já. Að það er bara ekki hægt að búa í Reykjavík undir þannig að sumir bara tala sig upp í það séu bara endalok alls. Ég held eins og að getur orðið mikil breyting ef að kannski sjálfstæðisflokkur og miðflokkur ná ykkur í lykilstöðu. Það er bara, ég held að Reykjavík verður þá bara eins og Kópavogur. Það er alltaf eitthvað að kjósa. Það liggur alveg fyrir. Það er þessi rödd sem að maður les stundum skiptir engu máli hvað ég kýs og eitthvað svona. Þetta verða allir að finna eitthvað til þess að kjósa fyrir. Það gengur ekki að sitja bara heima og láta aðra lýðræði það er eins og fólk fatti það ekki fyrir að það færi eitthvað nógu slæmt sem það fattar að það skiptir máli þó að við sjáum náttúrulega bara Trump í Bandaríkjunum Það er betra að kjósa heldur en að tuða það ég hefði átt að kjósa akkurat En þú ætlar að hefja leik á Stefán Ólafssyni Já. Sem er prófessor í félagsfræði og sérfræðingur hjá Eflingu. Ég ætla að tala svolítið við hann bara efnahagsástandið eins og það er núna. Það er svona ýmis merki að náttúrulega byggingariðnaðurinn geti lent í stórkostlegum vanda.
að margt sem bendir til þess að sko túrismin sé að draga saman. Það eru ástand í heimsmálum. Þetta er svolítið rókjart business að fólk sparar utanlandsferðir áður að spara mat og það er svolítið gott og nú, en það er svona ýmislegt að líka mér heyrst að þegar að vera að tala við fólk úr bransanum, að svona tala bókunarstöðu með þessu loðin einhvern veginn að við þetta hljóma eins og að við gætum jáfnvel verið að horfa á svona 10-15% samdrátt og þetta er bara gamla fréttanefi mitt sem er að segja það. En við ætlum aðeins að tala um það og hvernig Seðlabankinn hefur keyrt svolítið atvinnulífið í einhverja stöðnun eða eins og til þess byggingarinnar með háum vöxtum og að þessi vaxtastefnaður er ekkert að virka, verðbólgan er ekkert að lækka en hún bitnar náttúrulega á þeir sem skulda mikið, þannig hún er mjög ósanngjörn á meðan að þeir sem eru kannski keyra áfram neysluna sem að Seðlabankinn nær ekki að stoppa eru kannski þeir sem hafa það meira miklu betur, eldra fólk sem á sitt húsnæði og ég meina við þekkjum það alveg í samfélaginu, það er hellinga fólki á Íslandi sem hefur það bara heldur fínt og það er náttúrulega það sem keyrir áfram neysluna en Seðlabankinn eða ríkisstjórnin er ekkert að gera til þess að stöða það en ég ætla aðeins að ræða þetta við hann og svo náttúrulega eru yfirvofandi þetta hvort að samningu verður sagt upp í haust sem ég held að verði svona stórt mál í sumar. Þú rættu það aðeins í gærkvöld. Já, þetta verður stórt mál í sumar þannig að ég er svona hita svolítið fyrir þetta. Já. Ég með dættur í huga í sambandi við þetta sem ég er að ræða við Stefán. Haldið þið kannski að það er eftir að bitna á Samfylkingunni og Viðreisn ríkisstjórnina? Mér fannst að það yrði ekki, sko. En svo einhvern veginn finnst mér vera, kannski er það uggurinn sem þú ert að tala um, að náttúrulega þegar það er svona samdráttur yfirvofandi þá kemur alltaf uggur í fólk, sko. Ég veit það ekki. Ég held að gæti farið svo og ég held líka eins og kemur fram hér í kvöld í reynsluboltanum að alltaf þótt þetta sé bara bókhaldslegt þá held ég að sem sagt hallarekstur Reykjavíkurborgar, ég held að hann hjálpar ekki Samfylkingunni. Þetta er eitthvað sem moggin er að halda fram. Hefur hallarekstur Reykjavíkurborgar bitnað á þér? Nei. Þetta verður svona hugmyndum að þetta er hérna gamli hægri maður sem er að segja að vinstrafólkin er ekki treystandi fyrir ávísinu eftinu. Þú eru að hafa hægri menn til þess að einhver skulle halda þessu fram eftir hrun þegar hægri menn keyrðu Ísland algjörlega í þrot. Mér finnst það ævintýrlegt að komast upp með þetta. Og líka bara eftir fjármálaráðaratíð Bjarna Benediktssonar sem á Íslandsmet í hallarekstri ríkissjóðs. Já, ég er alveg sammálaður með það. Og ef þú berð saman bara rekstur Reykjavíkurborgar og nágrannasveitarfélaganna og hefur í huga að Reykjavíkurborgar með miklu þyngri útgjöld vegna fátæksfólks, vegna fatlaðra og eitthvað fleira, þá er þetta bara þvæla. Og þetta er bara eitthvað lið sem ætlar að koma og selja orkuveituna upp í eitthvað vinum sínum. Hvernig var orkuveitan eftir formannstíð Guðlaugar Þórs? Hún lagði gjaldþroti. Hver lagaði það? Jón Gnarr. Þannig að ef þú ert að hlusta á þetta tal alltaf innan úr valöll að vinstri fólki sé ekki treystandi fyrir ávísinu eftir hafðu það í huga. Það var Guðlaugur Þór sem að keyrði orkuveituna til helvítis og það var Jón Gnarr sem að virkaði. En svo dettur mér líka í hug þessu tengt af því að þú ert að fara með þessa ræðu að þegar við erum að væla yfir því að vanti svona aðeins meiri reisn í umræðefnin og málefnin fyrir þessar kostningar þá til dæmis kostningapróf RÚV hafði tekið það. Þetta var hræðilegt próf. Það er ekki spurt húsnæðismál. Af hverju eru spurningarnar með þeim hætti sem þær eru það? Hvaða bolt eru verið að senda? Viðskiptaráð hafi samið þetta. Það er bara svolítið þannig. Þetta var líka þetta var bara fáránlegar spurningar. Hvað er í gangi? Ég bara skil það ekki alveg, Svo eru þær óljósar líka. Ég held að viðskiptaráð hafi bara svona gríðarlega áhrif á fjölmiðla. Það var til dæmis í dag var eina af aðalfréttunum í morgun og viðskiptaráð vill einkavæða Sorpu. Who cares? Og hverjum kemur það á óvart? Akkur er það frétt? Þeir vilja einkavæða Landsvirkjun, þeir vilja einkavæða vegakerfið, húsnæðiskerfið,
heilbrigðiskerfið og menntakerfið og ég meina, akkur er það frétt á RÚV og Mogganum og Vísi að viðskiptaráð vilja einkavæða Sorpu. Nákvæmlega. Hvað er verið að eldast við þetta rugl? Alltaf að pöngast í opinberum starfsmönnum og eitthvað svona, alls konar séðar. Fáránlegt. Og líka þegar ég sá frambjóðandur eldu eitthvað pallborð hjá viðskiptaráði núna hvort það var í síðustu viku. Ég spurði mig bara, býtu, hvaða umboð hefur viðskiptaráð til þess að boða alla hérna í eitthvað pallborð? Ég spurði í svona pallborði samtaka iðnaðarins, hvaða rugl er þetta? Þið kallið hérna stjórnmálamenn eins og skólastjóri og vera að skamma þá fyrir að reka ekki ykkar stefnu, hvaða grín er þetta? Stjórnmálin er að reka almanna hagsmuni, ekki sérhagsmuni samtaka iðnaðarins eða viðskiptaráðs. Er það ekki líka að fá ríkistyrki? Er það ekki kaltaðin í þessu? Jú. Herðu, en þetta bara fer að verða fínt hjá okkur og takk fyrir ykkar framlag og Laufey, þú ert hér vegna þess að þú ert nú ekki bara tæknistjóri á Samstöðinni því að þú býrð oft til efni. Þú ætlar á morgun að búa til Ég ætla að vera með vikuskantinn beina útsendingu. Já, læti. Með 4 góðum gestum sem er ennþá að ná í hús. Já, sem er ennþá að ná í hús. Það verður fróðilegt að sjá. Það verður eitthvað gott. Það gerist. Ég er með helgispjallið á laugardaginn og ég ætla að geyma aðeins að upplýsa hver verður gestur okkar. En kærar þakkir fyrir komuna núna. Já, bara takk svo með leiðis. Spennandi dagskrá hér framundan við Rauðaborðið á Samstöðinni og ekki fara langt, örfáar auglýsingar og svo teljum við í. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.